Svo ritar postulinn: eins og við höfum borið mynd hins jarðneskan munum við einnig bera mynd hins himneska. En það segir bræður og systur að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfið heldur hið forgengilega óforgengileikann. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, það mun rætast orð það sem ritað er: dauðinn er uppsveiftur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vor, Jesú Krist. Amen. Jafnvel þótt ég fari undir dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þín og stafir hugga mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjandum mínum, þú snýr höfuð mitt með olíu, bikar minn er barnafullur, sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þín og stafir hugga frammi fyrir fjandum mínum, þú snýr höfuð mitt með olíu, bikar minn er barnafullur. Já, gæfan að fylgja þér alla ævi daga mína, og í húsi drottins ég langa ævi. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og bið ykkur með rísa á fætur. Jesús segir: allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stíg niður af himni ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sem sendi mig, en sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu og öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall í Jesú blessaða nafni. Amen.
ljus mitt och van mina glimtig. Þessi lilja, min lifandi trú. Og þó að í vindinum misni, af öllum og engum hvert blóm, og haustvindar blási heiðar, með hörðum og deilandi ró, og vetur komi með kulda, og klaka og riðar og snjó, og lifir í mér sú lilja, og líf hennar veitir mér fró. Þessi lilja min lifandi trú, lifandi lilja min lifandi trú. Hún ljus mitt og von mín og yndi. Þessi lilja min lifandi trú. Náð sé með ykkur og friður frá Guði, Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Ég veit ekki hvort að þið hafið orðið vör við eða við manneskjur hversdagsins eða lagt hugað sem gengur og ganga hjá, snerti við og skila sínu dagsverki og rúmlega það og hefur bara ekkert hátt það. Á sér ekki sinn stað eða rödd á samfélagsmiðlum nútímans, manneskja sem með nærveru sinni umbreytir meðvitund hversdagsins frá grámyglulegum deginum og bætt við litum lífs og krafts, ekki ósvipa barni með litaglaða kámuga fingur sem bætir litum við hversdaginn, snemma morguns og tegi sig áfram fram eftir deginum. Við fæðumst til lífsins og við deyjum til lífsins. Manneskjunni gefið að hlúa að kærleikanum. Með því miðlast nýtt líf, nýju andartaki þeim sem þess þarfnast með og á þeim grundvelli sem hverju og einu okkar er gefin. Eða eins og segir í fyrra bréfi Péturs í Nýja testamentinu, allt hold er gras og öll vexsem þeim sem blóma grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð Guðs varir að eilífu. Í dag kveðjum við Sigríðu Hauksdóttur, sem hefur lagt sinn skerf til uppfyllingar lífs í naktum, ekki aðeins fyrir sig, heldur engin fjölskyldu, vini og samferðafólk. Sigríður Hauksdóttir fæddist í Torfbæ á Arnarstöðum í Helgafellssveit 10. júlí 1931. Foreldrar hennar voru hjónin Haukur Sigurðsson og Petrína Halldórsdóttir. Sigríður ólst upp á Arnarstöðum í Helgafellssveit. Systkinin voru hvorki meira en minna en 13 talsins. Fjóla, Ólafur, Vilborg, Kristín, Þórleif, Ragnheiður, Sigurður, Auður og Haukur sem öll eru látin, en Daniel, Hólmfríður, Júlíana og Ingibjörg lifa systur sína. Sigríður fluttist hingað suður til Reykjavíkur tvítugt og fór að vinna á saumastofu. En hún var ákaflega flink í höndum. Fór þá orðavæni að hún var í ósérhlífin sterk og stolt, enda var henni fljótlega treyst fyrir að vinna stór og þung stykki.
Hún þekkti ekkert annað en að vera með eitthvað á prjónunum í orðsins fyllstu merkingu og má segja að vinnuævi Sigríðar hafi verið vel á 7. tug ára. Ekki löngu eftir hún kom til Reykjavíkur kynntist hún og giftist síðar Benedikt Guðna Óskarssyni árið 1955 en hann lést 29. júní 1990. En börn þeirra eru Haukur Pétur Benediktsson, fæddur 1955, eiginkona hans er Hrefna Björk Karlsdóttir. Börn þeirra eru Silja Rán, Benedikt Páll og Daniel Hólmar og barnabörnin eru 5. Benedikt Benediktsson, fæddur 1956. Eiginkona hans er Púi, lesist Búi, Rattanbón. Börn þeirra eru Sævar Ingi, Hafþór Rúnar, Benny Eva, Kvann og Júlíana Bella. Barnabörnin eru 9 og 1 barnabarn. Hólmfríður Kristjana Benediktsdóttir, fædd 1958. Eiginmaður Þórir Ólafsson en hann lést 2016. Börn þeirra eru Daniel Halldór, Sigurður Guðni, Ásgeir Örn og Davíð Már. Barnabörnin eru 10. Egill Valberg Benediktsson, fæddur 1963, eiginkona hans er Auður Ingibjörg Vésteinsdóttir. Börn þeirra eru Trausti Rúnar, Sigurður Benedikt, Magnús Máni, Rebekka Lind og Gunnar Steinn og þeir eiga 1 barnabarn. Sigríður og Benedikt Guðni voru búsett í Hraunbæ 110 lengst af eða frá árinu 1966. Þau fluttu þar inn á kalda steypuna eins og stundum er sagt. Þar hefur Sigríður búið ein og hugsað sig sjálfa alla tíð frá því að Benedikt féll frá fyrir meir en 30 árum síðan. Samhliða heimilisstörfum var núna saumastofunni, meðal annars hjá víði og bólsturverki. En Sigríður var yfir það heila heilsuhraust með höfuð í lagi og alveg fram undir það síðasta. Saumaði föt, prjónaði, saumaði út allt frá síðasta dag. Hún setti sig sjaldan en aldrei í fyrsta sæti. Yfirleitt gengu aðrir fyrir. Þegar hún hafði heilsu og krafta til baka hún heil ósköp. Fjölskyldan hennar öll kunni vel að meta rjómaterturnar, kleinurnar hennar og lumurnar. En Sigríður hélt alltaf tryggð við sína æskuslóðir og heimasveit. Gisti til að byrja með hjá foreldrar sínum meðan þeir lifðu og svo hjá systkinunum sem búsett eru vestra. En talandi heilsu og krafta. Heimili hennar í Hraunbæ var alltaf hreint og fínt. Hvergi rykkorn að finna. Sigríður hreinlega í fyllstu orðsins merkingu þoldi ekki óhreinindi. En allt undir það síðasta mátti sjá Sigríði með 2 göngugrindur því hún þurfti á göngugrind að halda. Önnur þeirra var með skúringafötu, full af vatni. Eða eins og eitt svona hennar komst á orðum daginn að það hefði hæglega verið hægt að þvo sér í framan upp úr vatninu í skúringafötunni. Svo hreint var vatnið eftir gólfþvottinn. Eitt af mörgu sem einkenndi Sigríði var að hún var drífandi og fór og gerði það sem að þurfti að gera og var ekkert að hafa orðum. Við skulum segja að hún hafi farið fínt í stjórnum. Sagði stundum sem svo, ég er ekkert að skipta mér af en ég myndi gera þetta svona. En stundum heyri sagt að börnimanns verða alltaf börnimanns þrátt fyrir að þau séu komin á 70-aldurinn og það átti sannarlega við hana Sigríði. Hún hætti aldrei að ala upp börnin sín. Eða hafa skoðun á hlutunum, enda eins og áður segir toppstykkið í lagi, allt fram á andlátið, en Sigríður lést 10. september síðastliðinn. En Sigríður hún fór ekki dult með það sem henni gat mislíkað. Eins og til dæmis þegar börnina töluðum að það var alveg ágætt að hún fengi sér öryggisnapp bara vegna öryggis eitthvað gerðist. Hún hélt nú ekki. Í hennar huga vóð það að hennar sjálfstæði. Eins var það með fjármálin. Hún hafði áherslu á að eiga fyrir því sem hún keypti. Það var óvara í hennar beinum að skulda einhverjum eitthvað. Ég leyfi mér að segja að lokum að Sigríður stóð við sitt og skuldaði engum neitt. Hvorki veraldlega né andlega. Þeir sem þekktu Sigríði í lifandi lífi vitið að hún var ekkert fyrir skjall sig. Þótt að hún hafi á sínum ævi árum átt góða innistæðu fyrir því og get ég alveg sagt það að ég kynntist hún henni eilítið þegar hún tók þátt hér í starfi eldri borgara eða fullorðinsstarfinu
að það fór engum fram hjá engum að Sigríður vissi hvað hún sagði. En Sigríði hefur hér margt verið sagt, en eflaust mun fleiri ásagt. Þannig lífið og minningarnar margar mætakonu. Minningar sem þið eigið og lifir áfram með ykkur á göngu ykkar áfram lífsins veg. Ef ætti að lýsa henni í einni setningu, það sennilega að vera, hún var hetja hversdagslífsins. Guð blessi ykkur minningu Sigríðar Hauksdóttur. En ætíð það nú svo, að ekki geta allir verið sem svo sannlega vildu vera hér og nú að kveðja mætakonu og var í beðnum kveðju. Daniel Halldór, Siggi og Ásgeir sem allir í Svíþjóð biðja fyrir hlýjum kveðjum til ömmu sinnar. Benny, Eva og fjölskylda geta ekki verið viðstödd en biðja fyrir kveðju, hlýjar kveðjur og samúð. Símon Andri sem í námi erlendis hugsa með hlýju hug til langömmu sinnar og með okkur í huganum. Systkininnar á Arnarstöðum, Daniel og Hólmfríður biðja fyrir góða kveðjur. Inga og Víðir stödd á Spáni biðja fyrir hugheilum kveðjum en þau eins og fyrr segir stödd á Spáni. Ennfremur var í beðnum kveðju frá systur hennar, Ingibjörg Hauksdóttir, sendi kæra kveðju til Sigríðar systur sinnar og þakkar henni fyrir allar samverustundirnar í gegnum tíðina. Hún á ekki heimangengt vegna veikinda og harmar að geta ekki verið við útförina. Nú hér eftir athöfn þá eitthvað boðið að þiggja veitingar í Gullhömrum í Grafarholti og þætti aðstandendur vænt að sjá okkur sem flest þar. En það kemur ekki fram hér í sálmaskránni að Jóhann Friðgeir Valdimarsson, hann mun syngja hér nú í fjarlægð, einsöng, og síðan eftir faðvor í fjólan sem að Jóhann Friðgeir syngur. Guð blessi ykkur, Guð varðveiti ykkur, í Jesú blessaða nafni. Amen. Biðjum. Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósi sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans.
Veit oss ná til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfin í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur list Sigríði Hauksdóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Verð þú náður þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum, helga og blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felur í þeirri bæn sem Drottin hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Megi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
ætla að biðja þau ykkar sem treystist til að rísa á fætur að gjör svo vel. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sigríður, af jörðu ertu komin. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þín eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínu friði. Amen. Drottinn blessi þig og varviti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sér þig náðugur.
Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gef þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur sigurinn fyrir Drottinn vorn, Jesú Krist. Amen.